Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 27. október 2020 og ég segi fund bæjarstjórnar Akraness númer 1320 hér með settan. Fundurinn haldinn í fjarfundi, í gegnum fjarfundabúnað og fundarmenn munu samþykkja fundargerð með rafrænum hætti í lok fundar. Til fundar eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristín Halli Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, en hann sér ritun fundargerðar. Og á dagskrá eru 9 fundarliðir og við göngum til dagskrár og fyrsti fundarliður skýrsla bæjarstjóra á árinu 2020, málsnúmer 20.01.229 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í sínum störfum frá 23. september síðastliðnum. Og Sævar Freyr fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem áhlýða. Í dag flyt ég skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið 23. september til 27. október 2020. Ég langar nú að byrja þetta á að minnast á skemmtilegt verkefni sem við erum að setja í gang núna til þess að koma með birtu og líf inn í samfélagið. Það það að núna í uppsetningu jólaljósin í bænum og ætlum við að klára að setja upp öll jólaljós áður en að vikan búin. Það verður allt komið og tilbúið fyrir ökudaga sem að núna að fara að bresta á. Jafnframt verða tekin í notkun ný jólaljós sem hefur verið bætt í safnið á Kirkjubraut. Vona ég bara að þetta muni gleðja alla bæjarbúa. Hvað varðar skipulags- og umhverfismálin hjá okkur, þá heilmikið búið að vera í gangi. Við erum búin að vera að klára götur, hvað varðar götur og stéttar, þá búið að klára gatnaviðhald í Krókatúni, vinna gatna- og lagnaframkvæmd í Flóahverfi í fullum gangi sem felst í að leggja bundið slitlag á götu og klára vinnu vegna lagna sem það langt komið. Svo verið að vinna verðkönnunargögn vegna bundið slitlags og breið og þannig að sé bundið slitlag að fulla á útivistarsvæði og verið að byrja að setja bundið slitlag á stíg með fram Krókalóni. Verkframkvæmd hafin sem felst í að lagfæra stétt við Merkuteig í stað Laugabrautar að ósk Veitna vegna útskiptum lagna við Laugabraut. Og verið sömuleiðis að setja upp 30 km skilti með hámarkshraða í tengslum við umferðaröryggi og nýbúið að bæta við þrengingum á Grundarhverfi og Esjubraut til að ná niður hraða. Þetta svo sem áframhaldi verkefni sem búið að vera í gangi núna í svolítinn tíma. Og hvað varðar opið svæði stofnanalóðir, það verið að undirbúa gróðursetningu í Flóahverfinu, endurbæta fyrsta áfanga í Brekkubæjarskóla og verið að hanna tillögur að svæðum fyrir yngstu börn við leikskólann. Lagfæringarlóð við Akrassel lokið sem var lagning gervigras viðbótar raftækjum á leiktækjum og lagfæra á skólplögg. Hvað var það fasteigna vinnu þá búið að vera heilmikil hönnun í gangi í tengslu við leikskóla í Skógarhverfi og erum við að undirbúa það að jarðframkvæmd verið boðin út í nóvember. Hönnunarvinna í gangi vegna uppbyggingu íþróttamannvirkja á Jaðarsbakkum eins og áður hefur minnt á og erum við sömuleiðis að undirbúa verkfræði hlutan í útboð og verk vegna seinni áfanga á frágangi á Dalgötu 4 að hefjast, verklokkur áætlað á miðju næsta ári. Búið að opna tilboð í Þekjuna. Verkefni hefst á þessu ári en verklokkur áætlað 1. mars á næsta ári.
Búið að bjóða út lagfæringar á búningsklöfum á Jaðarsbökkum auk nýs gufubaðs. Verkefni að byrja en reikna með að því ljúki fyrirpart næsta árs. Svo erum við það bil að fara að skrifa undir samninga við þá sem að taka að sér að taka innanhúsverkið í gangi í þjónustumiðstöð aldraðra. Hvað skipulagsmál eða lóðamál varðar þá er skipulagsferlið í gangi sem miðar að lóðum fyrir raðhús í einbýli í Skógarhverfi. Auglýsingaferlið er lokið og athugasemdir hafa borist sem verið að vinna svör við. Og það bara komið í sitt ferli það verkefni. Og vinna við endurskoðun aðalskipulags í gangi og stefnt að klára fyrir áramót eins og áður við komum fram. Skipulagsferli við nýja og Festis N1 hafið og erum við þá að huga að því að setja í gang verkefni sem að snertir skipulagsferli á Dalbrautarreitnum áfram inn á það svæði. Skipulagsverkefni samkemið farin af stað varðandi uppbyggingu við Langasand og íbúakönnun á íbúa til að kanna vilja þeirra og gera verkefni markvissar og er þetta í fullum gangi núna. Verið að skoða þéttingu byggðar í eldri hluta bæjarins. Átaksverkefni er langt komið varðandi lóðir og svo ferli við úthlutun lóða í undirbúningi við Suðurgötu og víðar í framhaldi af því að viðauki við fráveitu sem til umfjöllunar hér á bæjarstjórnarfundi verður mögulega kláraður. Og vinna í gangi varðandi frekari úthlutun lóða á Seyðisfirði. Það utan lóða við Suðurgötu og svo leiðis frekara skipulag í Skógarhverfi sem miðar að því að fjölga fjölbýlishúsa lóðum. Svo verið að vinna útboðsgögn vegna útboðs á innan bæjarstrætó og snjómokstri stendur yfir. Verður það opnað 19. nóvember, gert ráð fyrir 5 ára samningstíma sem hægt verður að framlengja 2 ár, 1 ár í senn. Verið að fara á stað með vinnu á útboðsgögn vegna ræstinga leikskólabókasafnið og þorpsins. Svona svo ég klárið það sem snýr að skipulags- og umhverfissviði. Í skóla- og frístundamálum hefur starfshópur verið starfandi sem fjallar fyrirkomulag fjárveitinga til íþróttafélaga og hefur hann hist 3 sinnum. Vinnan gengi vel. Starfshópur hönnun á fyrsta hluta uppbyggingar á Jaðarsbökkum hefur tekið til starfa og fyrir kynningafundur næstkomandi fimmtudag stöðu mála með fulltrúum allra hagaðila. Og verið að vinna fyrsta áfanga í endurbótum skólalóða Brekkubæjarskóla og unnið við hönnun grundaskólalóða og hönnun og endurbótum á lóðum vegna yngri barna leikskólanna Vallasels og Teigarsels. Hingað til hefur skóla- og frístundastarf ekki raskast vegna COVID-19 smita hjá starfsmönnum eða börnum. Starfsmenn hafa sýnt þrautseigju og fagmennsku í störfum sínum. Starfsmenn hafa þurft að fara í sóttkví og starfsmenn sem kenna sér einhvers einkenni flensu mæta ekki til vinnu og þá reynir á þjónustuna á hverjum stað þegar starfsfólki fækkar verulega. Í ljósi þessara kringumstæðna gæti komið upp stað að skerða þurfi þjónusta einhverja daga meðan slíkt ástand gæti varað. Við viljum nú bara nota tækifærið og senda þakkir til allra starfsmanna og stjórnenda hvernig þeir hafa haldið á málum í þessum COVID-faraldri allt þetta ár enn og aftur. Hvað varðar stjórnsýslu og fjármálasvið, þá vildum við fá eitt milliuppgjör og kláruðum 8 mánaða uppgjör sem var tekið fyrir á bæjarráðsfundi á tímabilinu. sem sýnir klárlega að COVID-19 áhrifin gætir víða í rekstri sveitarfélagsins. Ásamt því að við höfum auðvitað líka verið að fara í ýmiss konar flýtiverkefni sem að kalla á auknar gjaldfærslur ásamt framkvæmdum sem að skila sér þá inn í afkomu tölur hjá okkur. Sömuleiðis veitt ýmiss konar greiðslu fresti á fasteigna- og gatnagerðargjöldum ásamt gjöld leikskóla, grunnskóla og frístundar voru lækkuð í samræmi við notkun án þess að sveitarfélagið hafi nokkurn hátt skert launamótið í tekjutapi. Þannig að rekstrarniðurstaða samstæðu Akraneskaupstaðar A og B-hluta var jákvæð 175 milljónir fyrir fyrstu 8 mánuði ársins, en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir
jákvæðri rekstrarniðurstaða að fjárhæð 38,9 milljónir. Bæjarstjórn fékk sent í lok september upplýsingar að afföll geti orðið frá þessari rekstrarniðurstöðu sem yrði í versta falli tap á fyrstu 8 mánuðum að fjárhæð 129 milljónir króna. En frekari greiningavinna hefur fært okkur á þann stað að búast má við minna tekjufalli en þessi versta mynd sem dregin var upp eftir 8 mánuði. Við erum að klára 9 mánaða uppgjör og lýkur því hjá okkur sú vinna hún er bara að loka metrunum og ætlum að taka það inn í bæjarráð á 5. og verður það tilbúið ásamt viðaukum sem við munum leggja fram þar sem við munum taka niður staðgreiðslu, jöfnunarsjóð og taka upp arðgreiðslur sem við fengið hærri á tímabilinu. Og vil ég vekja athygli á þessum breytingum í verklagi hjá okkur og nú skila því ákalli sem varð í kjölfar umræðum 6 mánaða uppgjör sem við vorum að ljúka því einhverjum tæpum 40 dögum eftir að mánuður leið og núna erum við búin að ná þessu niður í það bil 28 daga sem að ég held að sé bara orðið farið að jafnast á við það sem að viðmiðið almennt í rekstri allstaðar í samfélaginu. Og vinna við fjárhagsáætlanagerð í fullum gangi og það spennandi verkefni eins og öll undanfarin ár og kannski tala einhvers konar áskorunir hjá okkur en þetta allt saman verkefni sem að ég fulla trú á að við komumst léttilega í gegnum saman. Nýverið voru framkvæmdir í þjónustuvörunni hér á bæjarskrifstofunni. Við léttum töluvert á rýminu til að bæta loftgæði og birtu fyrir starfsfólk og gesti. Tókum meðal annars af einum veggnum og settum gler í staðinn og tókum með veggkvíslur og máluðum allt verið. Opnunartími þjónustuvers hefur haldist óbreyttur í þessari bylgju faraldursins og hafa heimsóknir verið takmarkaðar inn á skrifstofuna og að hólfa allt inn á skrifstofuna í 3 mismunandi svæði. Eða kannski mætti segja 4 en rúmlega helmingur starfsfólks vinnur heima frá sér enn sem komið og gengur fyrirkomulagið vel. Skoðun og samtal hafið til þess að skoða tækifæri sem leynast í að auka gæði og hraða þjónustu okkar með að leysa mál í fyrstu snertingu. Að skoða valkosti eins og uppsetningu mælabárs til að fanga í ýmsar tölfræði upplýsingar fjölda símtala, biðtíma, tölvupósta, tilgangi erinda og svo framvegis sem hjálpar til að koma auga á leyndtækifæri í að betur bæta þjónustuna og mögulega rafvæða þjónustu. Mikilvægt verkfæri fyrir stjórnendur til að tryggja gæði og hraðvirka þjónustu fyrir íbúa og starfsfólk. Ef ég trúi á að við náum út úr þessu. Verkefnið á frumstigi og verður unnið nánar að tillögu á næstu mánuðum framkvæmd. Á velferðar- og mannréttindasviði hefur verið heilmikið í gangi. Verið að gera tilraun með rafrænt félagsstarf aldraðra og öryrkja frá 12:30 til 3 á föstudögum þar sem að farið inn á sérstakt Facebook-herbergi. Hlekkur með aðgang að Facebook-herbergi settur á Facebook-síðu félagsstarf eldri borgara og öryrkja á Akranesi fyrir hvern viðburð hverju sinni. Ef verkefni gengur vel verður hugað að því að hafa það alla virka daga en það verður auglýst sérstaklega. Samstarf hefur verið milli Akranesskaupstaðar og Húsbyggingarsjóðs Þroskahjálpar uppbyggingu á húsnæði fyrir fatlað fólk á Akranesi og framkvæmdir hafa verið á þessu ári og stefnt að í húsnæði. 5 íbúðir auk starfsmanna aðstöðu verður tekið í notkun frá miðjum nóvember næstkomandi. Í ljósi smita sem hafa verið að greinast í COVID-faraldrinum hér á Akranesi síðustu daga og vikur, hafa verið brugðist við því með ýmsum hætti á starfsstöðum velferðar- og mannréttindasviðs til að tryggja sem best öryggi í þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem í viðkvæmri stöðu eða með undirliggjandi sjúkdóma. Þjónusta með óbreyttu sniði hjá heimaþjónustu, stuðnings- og stoðþjónustu og heimsendur matur. Félagsstarf aldraðra og öryrkja, þar sem tréskurður og stólaleikfimi hefur verið lokað frá 12. október og samvinna við FEPAN þessa leið. Til að koma móts við þessa lokun hefur verið boðið upp á aukna tími í hreyfingu, gönguferðum með starfsmönnum.
Gönguferðir eru nú í 5 sinnum í viku frá Kirkjubraut 40 og frá fleiri stöðum á Garðarlundi og frá N1-stöðinni, þar sem er ganga við allra hæfi Miðbæ og á fleiri stöðum. Það sem hafa meðal annars Anna Bjarnadóttir verið með okkur í þessu verkefni og þetta hefur verið kynnt vel á Facebook síðu Félags eldri borgara og öryrkja á Akranesi. Og ekki hefur verið sett neitt fjöldahámark á þessa gönguferðir, heldur eingöngu lögð áhersla á að halda fjarlægða þar viðmið sem eru auglýst, vel kynnt. Fjölliðan vinnu- og hæfingarstaður, móttaka og endurvinnslu sem var lokað frá 5. október en starfsmenn mæta til vinnu og þeim verið skipt upp í 2 sóttvarnahópa fyrir og eftir hádegi. Samstarf við starfsmönnum þjónustur og verkefni, einnig við aðstandendur og persónulega talsmenn þar sem við á. Starfsemi Búkollu hefur verið lokað frá 5. október. Búsetuþjónusta fatlaðra er áfram órofin á öllum almannavarnastigum. Dagdvöl Höfða er opin, sem er mikið fagnaðarefni að hægt hefur verið að halda því áfram. Og endurhæfingarhúsið Hver er að hlut, en þar er hluta tekið á móti þeim sem óska eftir að koma í húsið. Þeim aðilum er bent á að hringja á undan sér og bóka tíma. Boðið upp á alla fræðslu í fjarfundi en þeir sem kjósa að mæta á staðinn láta vita sér fram til tengiliðs eða í síma. Svo er boðið upp á hreyfingu samkvæmt stundaskrá og þátttakendur geta skráð sig til að hægt sé að passa upp á fjöldaviðmið fyrir þá sem það vilja. Og svo er það bjóðið upp á ýmsa hreyfingu eins og jóga í samráðum við tengiliði og svo er í félagsþjónustunni þá er hægt að ná á starfsfólki í símatímum eða með að senda tölvupóst. Sömuleiðis gildir það sama barnavernd og eru upplýsingar allt þetta á vefsíðu Akraneskóla. Frá 18. september hefur verið grímuskylda á velferðar- og mannréttindasviði í þjónustu við notendur í viðkvæmri stöðu og með undirliggjandi sjúkdóma. Og starfsmönnum velferðar- og mannréttindasviði hefur verið skipt upp í hópa eins og hægt er. Og almenn áhersla lögð á sóttvarnir og samfélagssáttmála. Til hliðsjónar í allri þessari vinnu til hafa leiðbeiningar sem að gilda þessu mál frá ríkislögreglustjóra og embættis landlæknis. Og við viljum vekja sérstaka athygli á að reynslan sýnir að ofbeldi er að aukast og verður hættulegra þegar samfélög gangi gegnum álagstíma og efnahagsþrengingar. Því viljum við minna sérstaklega á vitundavakningu ofbeldi í samfélaginu við þessar aðstæður sem við búum við í dag. Og 112 hefur þróað sameiginlega rafgátt á vefsínum vegna ofbeldis fyrir þolendur, gerendur og aðstandendur. Og vefur 112 er nú einnig upplýsingatorg allt sem viðkemur ofbeldi ásamt því aðilar geta átt netspjall við neyðarverði 112 eða 112. Hvað varðar menningar og safnamál, þá eru eins og minntist á hér áður vökudagar að fara í gang. Þeir hefjast eftir 2 daga, 29. október og verða til 8. nóvember. Einstaklega ánægjulegu viðburður á dagskrá í ár verður þegar listamenn í bæjarfélaginu sem eru með vinnustofur taka sig saman og bjóða bæjarbúum að kíkja við hjá sér í svokallaðri listagöngu. Annars eru flestar sýningar þess eðlis að þær eru skoðaðar utanfrá. Nýjar undirstöður fyrir útilistamyndasýningar sem kaupstaðurinn festi nýlega kaupa og verða vígðar með ljósmyndasýningu Friðþjófs Helgasonar við Langasand. Einstaka viðburðir verða í streymi og má það nefna bókmenntakvöld bókasafnsins sem er ómissandi þáttur vökudaga hjá mörgum. Staðið verður fyrir bíó á bílaplanu hjá þótt ef veður mun leyfa. Síðast en ekki síst verða jólaljósin eins og ég minntist á áðan tendruð. Og það mun vonandi færa öllum íbúum gleði. Vetrar afgreiðslutími tók gildi á bókasafninu 1. október og þá bættist við opnun á laugardögum frá 11 til 2. Og við leggjum áherslu á laugardaga sem fjölskyldudaga, bjóðum sérstaklega fjölskyldur í heimsókn. Fyrsta laugardaginn var boðið upp á bjölluþraut en vegna aðstæðna hefur starfsemi síðustu laugardaga verið hefðbundin.
aðstæður leyfa verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá og laugardögum til dæmis föndurspil og kökuskreytingar. Bókasafnið varð heimsfrægt á Íslandi í þarsíðustu viku þegar Andri Freyr og félagar á Rás 2 komust á snoðir á Facebook síðu safnsins var hægt að læra kapal dagsins og slógu að því tilefni á þráðinn til Ingibergar Aspar starfsmanns safnsins. Síðustu mánaðamót náðist skráningamarkmið ársins í byggðasafninu en þá var 1000. safngripur ársins skráður. Fyrir áhugasama má geta þess að skráningar eru aðgengilegar ásamt myndum af safngripum á vefnum sarpur.is. Og þetta gríðarlega ánægjulegt en það hefur tekist núna undanfarin ár að skrásetja betur en áður hafi gengið safngripi á safninu. Hvað varðar vef umsjónarkerfi ljósmyndasafns Akraness þá hefur það verið í lamasessi í talsverðan tíma. Nýr vefur í smíðum og vonandi styttist verulega og honum verður hleypt í loft. Hvað varðar atvinnu og ferðamál þá samþykkti bæjarráð tillögu áframhaldandi samstarf núverandi rekstraraðila á tjaldsvæðinu Kalmarsvík á síðasta fundi sínum. Gestakomum á tjaldsvæðinu fækkaði 60% á milli ára sem rekja má til COVID-19. Bæjarráð ákvað því samhengi að koma til móts við núverandi rekstraraðila og lækka leigu á svæðinu fyrir þetta ár. Könnun var nýverið send til verktaka á Akranesi til að heyra álit þeirra hvernig þeir vilja Akraneskaupstaður hefji markaðsherferð sína. Hafa nú, eins og þegar þetta sagt, borist nýju svör sem verið að vinna úr og verður niðurstaðan lögð fyrir bæjarráð næstkomandi fimmtudag. Þar erum við einmitt að undirbúa sömuleiðis samtal við aðila framkvæmd markaðsherferða sem þá til skoðunar fyrir nýtt ár í þessu sambandi og sömuleiðis fyrir kynningu á atvinnusvæðum hjá okkur. Og framkvæmdir á breiðir á lokastugum í ár hafa stakkstæðasvæðinu verið endurnýjuð og skjólverki settur upp. Jarðvegsskipti á hlutasvæðis og það hækka til samræmis við umhverfið. Lagt hefur verið nýtt yfirborðsefni á stíga, dvalasvæði og bílastæði og notað var meðal annars grassteinn, steinalögn og torf eftir því sem við áttum. Við að steypa kringum Akranesvita og eru aðgengismál orðin töluvert betri á svæðinu. Ég hvet ykkur bæjarfulltrúa og alla sem hafa áhuga á að heimsækja Hilmar og skoða hvernig við tekist með framkvæmdina. Svo hef ég nú verið í sambandi við ráðherra Þórdísi Kolbrúnu sem hefur verið duglega að leggja okkur til styrki til þess að þetta svæði getur byggst upp og ætlum að finna einhvern tíma til þess að vígja nú svæðið með formlegum hætti eftir allar þær framkvæmdir sem hafa verið í gangi undanfarin ár og er svona við hæfi að svona finna tíma í það og við erum að skoða hvaða tími getur hentað út frá þessu sérstaka ástandi sem nú í gangi hjá okkur. Og uppbyggingarsjóður Vesturlands sömuleiðis búinn að opna fyrir umsóknir en sjóðnum ætlað að styrkja menningarverkefni og atvinnu- og nýsköpunarverkefni. Mig langar að nota tækifærið og hvetja alla skagamenn að nýta þennan sjóð. Það umsóknarfrestur til og með 17. nóvember. Mig langar mig að minnast á nokkur verkefni sem hefur verið unnið að á síðustu mánuðum. Það hefur verið undirbúningur með fyrirtækjum með fyrirtæki sem við erum búin að velja til samstarfs að taka stjórnendur og starfsverk bæjarskrifstofunnar á námskeið, þar sem unnið verður með menningu, samskipti, samvinnu og helgun. Við ætlum að læra aðferðafræði markþjálfunar, hvernig við eflum þjónustu, bæði innri og ytri, hvernig við vinnum með kulnun og streitu og aðgerðaráætlanir verða unnar af hverjum einasta starfsmanni fyrir sig út frá því hvernig þeir ætla að nýta sér þann lærdóm sem kemur út úr námskeiðinu og úr verður heildstæð aðgerðaráætlun sem við vinnum þá með og þetta vonandi mun skila enn öflugri vinnustað en áður og sömuleiðis betri þjónustu við íbúa. Við höfum aðeins þurft að seinka þessum námskeiðum vegna COVID-faraldursins en það vonandi hægt að setja það í gang innan tíðar. Verði í þessu sambandi
að minnast á það að aðalskrifstofa Akraneskaupstaðar var valin stofnun ársins í flokki minni stofnana. En þar var áhugavert þegar við fórum að skoða nánar hvað var á bak við þessa niðurstöðu, að það sem var að koma sérstaklega vel út hjá okkur, á mati þeirra sem starfsmanna sem tóku þátt í þessu, sem sagt stjórnun, starfsandi, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ánægja og stolt og jafnrétti. Þetta var allt að koma vel út, en það sem að dróga okkur niður með við marga aðra sem tóku þátt í þessu, en þó ekki meira en það að við náðum að verða efsta sæti í stofnun ársins í minni stofnana, en það voru launakjör og ímynd stofnunar. Það komum við lagst út hjá okkur. Og svo erum við sömuleiðis búin að vera í töluvert mikilli vinnu í undirbúningi að verkefnum til uppbyggingar þróunarfélagsbreiðarinnar, til dæmis með stjórn þróunarfélagsins. Þar hefur verið sömuleiðis að vinna með Skagann og 3X, Álklassanum, Coworking Akranes sem við erum að undirbúa að flytja starfsemi sína þangað. Allar skrifstofur á þróunarfélaginu Breið eru nú þegar uppbandaðar og fólk byrjaði að flytja inn. Við erum sömuleiðis að undirbúa markaðssetningu á samvinnurýminu til ríkisstofnana á höfuðborgarsvæðinu sem eru með starfsmenn sem búa á Akranesi. Til að nefna eitthvað. Það er margt í gangi þarna og ég ætla að geyma það að segja frá því þangað til eftir rúman mánuð á ný. Haustþing SSVF, þar sem áherslan var á störf án staðsetningar, var jafnframt nýverið og vakti athygli áherslu á Akraneskaupstaðar á uppbyggingu samvinnurýmis á Breið. Jafnframt stýrði undirritaður vinnu vegna ályktanir atvinnu- og umhverfismál sem var samþykkt á þinginu. Nokkrir vinnufundir vegna greiningar á félagsþjónustu hafa verið í gangi núna þar sem við erum að reyna að ná almennilega utan þennan málaflokk og þetta töluverð vinna sem við erum búin að vera að vinna með og nokkur vinna eftir í þessu, en markmiðið að geta gefið bæjarstjórninni góða mynd á þennan málaflokk samhliða vinnu við fjárhagsáætlunina sem í gangi núna. Við erum að keppa við tímann og vonandi gengur þetta eftir hjá okkur. Jafnframt var lögð fram drög að sviðsmyndagreiningu fyrir Höfða sem var kynnt í bæjarráði á tímabilinu og var gerð mjög vel grein fyrir ýmsum leiðum sem eru færar í framtíðarrekstri á Höfða sem getur sinnt bæði því að tryggja í rauninni öflugan rekstrargrundvöll sem og samspili þess að veita góða þjónustu á svæðinu á Höfða. Og við fundi sömuleiðis með byggingaverktökum með það í huga sem hafa áhuga á því að byggja á Langasandsreit og mjög mikill áhugi á samtali við Akraneskaupstað og ætlum við að funda með verktökum, bæði verktökum hér á Akranesi og sömuleiðis úr borginni og áhugasömum aðilum uppbyggingu á reitnum fram á áramótum og svona safna saman upplýsingum sem að bæjarfulltrúar geta fengið til sín til að skoða hvernig best að standa í hvernig við viljum úthluta eða hefja samstarf með aðilum uppbyggingu. Ég vil úr því að ég að minnast á Sements eða Langasandsreit minnast á að sömuleiðis verður fljótlega farið í auglýsingu á þessum parhúsalóðum sem eru við Suðurgötu þá inn í þeim pakka sem núna í undirbúningi. Og svo hafa verið ýmsir vinnufundir með ráðgjafaráði stafræna vegferð sveitarfélaga ásamt því að ég hef verið að funda með fjármálaráðuneytinu, stafrænu Íslandi.is og samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Þetta kemur allt til þar sem ég tók formennsku í stafrænu ráði sveitarfélaga og einnið að framtíðarsýn fyrir það verkefni þannig að tryggja má að öll sveitarfélög séu að starfa í takt í þessu málaflokki. Og svo búin að eiga sér stað á tímabilinu samningafundur með Hvalfjarðarsveit varðandi framtíðar samstarf ýmis mál og verður það áframhald á þeim viðræðum í vikunni. Og ég hef
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef lokið máli mínu. Þetta er búið. Takk fyrir. Kærar þakkir. Bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu og orðið er laust skýrslu bæjarstjóra og ég bið þá fundarmenn að nota spjallið á fundinum til þess að biðja orðið eða ég sé ekki alveg alla í mynd alltaf, þannig að það er best að biðja orðið í spjallglugganum til hliðar. Og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem biður orðið. Elsa Lára, gjörðu svo vel. Kæra þakkir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðrir sem var á Hlíða. Mér langaði bara að þakka bæjarstjóra fyrir þessa greinagóðu yfirferð sem hann fór hér yfir í störf, sem varða störf hans á undanfarnu tímabili frá því að hann var síðast með þessa yfirferð. Það eru örfáir þættir sem ég langar að koma inn á sem eru að mér langar að hrósa þeim sem hafa unnið að hönnun og skipulagi á nýjum leikskóla. Það er svona fyrstu teikningar birtust af því húsnæði núna á dögunum og bara ótrúlega flott og svona framúrstefnulegt og ég efast ekki að þarna verði sem sagt muni fara vel bæði nemendur og starfsmenn, þannig að mjög gaman að sjá þessar hugmyndir líta dagsins ljós. Bæjarstjóri fór jafnframt inn á hvað varðar útboð hvað varðar strætó og ég veit alveg að það verið að líta til þess hvað varðar það að bara tryggja það að stofnanir bæjarins eins og leikskólar og aðrir geti nýtt sér, að það verði tryggt í nýrri leiðaráætlun að stofnanir bæjarins sem eru kannski bara með nemendahópa á milli staða, að það sé hægt að treysta á þessar ferðir og eins með æfingatíma barna og ungmenna seinni partinn. En ég veit að vera að horfa til þessa. Mér langar aðeins hvað var að milliuppgjör 8 mánuði að hrósa fjármáladeildinni fyrir snögg vinnubrögð og ítarlega vinnu og að ég veit að eins og bæjarstjóri kom jafnframt inn á að 9 mánuði uppgjör er nánast að verða tilbúið og verður inn í bæjaráði og við oddvitarnir fáum það í hendur í þeim gögnum sem munu birtast okkur á morgun fyrir bæjaráð. Og það er rétt sem kom fram í yfirliti bæjarstjóra, það hafa þetta komið ábendingar fram það að þessar tölur þyrfti að koma fyrir fram og mér finnst bara fólk hafa tekið vel í þær ábendingar og unni gögnin hratt og vel og mér langar bara að þakka fyrir það sem vel er gert. Finnst bara frábært hversu vel gengur í þróunarfélaginu á Breiðunni og frábært hversu mikil ásókn er í vinnurýmin og það verður gaman að sjá þessa hugmyndavinnu og það sem er að fara á stað með Langasandsreitin og lokum langar mér bara að þakka öllum starfsmönnum bæjarins fyrir góð störf á undanfarnu tímabili, COVID-tímabili sem nú þegar er liðið en hellingur eftir en ég veit að það eru margir og allir að leggja sér fram og óska þetta bæjarskrifstofum til hamingju með viðurkenninguna. Ég læt þessu lokið að svo stöttu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel, Ólafur. Takk, herra forseti. Ég ætla að þakka bæjarstjóra fyrir greinar gott yfirlit sín störf sem eru mikilvæg vöxtum eins og venjulega. Ég með svona tvennt eða 2 vangaveltur kannski. Fyrsta lagi þá er ánægjulegt að sjá hversu þróunarfélagið á Breið að taka vel við sér og
mikið líf í kringum það. Ég er að velta fyrir mér eftir að hafa setið haustþing SSVAF þá var mikil umræða opinber störf út á land og ég gat nú ekki heyrt annað en að meðal annars að það næði á ráðherraborðið að það væru ákveðin tækifæri til dæmis fólkin í því að setja upp slík rými á breiðunni og væri gaman ef að bæjarstjóri myndi kannski aðeins koma inn á það. Svo langar mig að því bæjarstjóri er mjög töluglöggum maður að forvitnast hvort að eitthvað í sviðsmyndagerðinni hjá varðandi hjúkrunarheimilið Höfða, hvort að eitthvað hafi komið bæjarstjóri óvart í þeim efnum. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og það eru ekki fleiri á mælendaskrá. Það spyrir hvort að bæjarstjóri vilji bregðast við. Og Sævar Freyr Frámason bæjarstjóri biður orðið, gjörðu svo vel. Já, ég held að bara til að setja í samhengi á vinnu sem við erum í varðandi störf án staðsetningar. Við byrja bara á því. Þá erum við búin að vinna núna rannsókn sem var kláruð núna í sumar og ég sendi á bæjarstjórn sem segir okkur að allt að 1100 manns eru, kannski ekki núna á COVID-tímanum en svona í venjulegu árferði, að keyra á hverjum degi til vinnu eða til náms á höfuðborgarsvæðinu. Og ég setti þetta nú í samhengi inn á fundunum með SSVAF, þar sem að ég var að benda á þessa staðreynd og bendi á það hvers vegna samgöngumál annars vegar að skipta okkur gríðarlega miklu máli. Sömuleiðis til þess að vekja athygli á því að ríkið getur nálgast verkefni störf án staðsetningar án þess endilega að flytja störfin fýsískt út á land. Þetta snýst líka bara að gera fólki mögulegt að starfa í heimabyggð og að svona samvinnurými verði til. Það vakti athygli mína í svörum sem við fengum frá þeim sem þarna sátu að ríkið hefur ekki komið sér upp einum einasta viðmiði fyrir það hvað á að greiða að jafnaði fyrir starfsaðstöðu ef hún í boði með þessum hætti. Það vakti líka athygli mína við spurningu til Ásmundar Einars ráðherra að hann hafði sem vildi reyndar hvetja okkur til þess að hafa samband við sveitarfélögin, við stofnanirnar í borginni sem við erum svo síðan að undirbúa núna á fullu, að engin hvatning hefur farið frá ríkinu það að nýta rými með þessum hætti. Þannig að ríkið að mínu mati talar mjög mikið störf án staðsetningar en hoppar kannski ekki á það sem er svona auðveldast að flytja störfinurinn bara í heimabyggð og draga úr keyrslu á milli bæja með þessum hætti. Ef 1100 starfsmenn nemendur geta sloppið við það að keyra, ég er nú ekki að segja að það muni vera raunhæft að ná því öllu en það var hægt að ná góðu hlutfalli að þessu og þá myndi það skila töluverðum árangri í uppbyggingu á svona rýmum hér á Akranesi og draga úr áhættu. Hvað varðar sviðsmynda, ég vona ég búin að svara spurningunum frá fulltrúa Ólafur Adolfssoni. Hvað varðar síðari hluta spurningarinnar sviðsmyndagreiningu á Höfða, þá var í raun kannski það eina sem það komur ekki þannilega á óvart. Ég held að það er hins vegar áhugavert að við erum komin með í greiningunni samansafn upplýsingar sem að gefa okkur á yfirsýn að það er hægt að veita jafnvel enn betri þjónustu og mögulega, ég ætla að segja mögulega, ekki fullyrða að það sé með minni tilkostnaði ef að staðið að einhvers konar annars konar rekstrarformi á þjónustunni. Þannig að það komur örlítið óvart hvernig
hvernig svona hrein það er hreint að gera þetta sjálfsveignar stofnun, myndi ég segja, hversu litlu það skilar, það er í samspili með öðrum þáttum sem það getur skilað miklum árangri. Og ég komin inn á hlutverk ykkar bæjarfulltrúa sem að þurfa að huga að horfa í hvers konar pólitískt landslag þið viljið sjá í þessu samhengi og ég ætla ekki að hætta mér inn á það. Það er ykkar verkefni. Bæjarstjóri hefur lokið máli sínu og það eru ekki fleiri á mælendaskrá undir fundarliðnum skýrsla bæjarstjóra og þar með telst skýrsla bæjarstjóra frá 23. september síðastliðnum til dagsins í dag lögð fram. Og við förum í annan fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19-12-306. Þetta er fráveita viðauki. Viðauki vegna fráveitu var lagður fram á fundi bæjarráðs þann 10. september síðastliðinn. Með viðaukanum er ábyrgð á álagningu og innheimtu tengigjalda færð til Orkuveitu Reykjavíkur, vatns- og fráveitu SF. Ennfremur eru ákvæði tengigjald fráveitu færð að þeim lagabreytingum sem orðið hafa. Bæjarráð samþykkti fyrirliggjandi samningsdrög og vísaði málinu til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Bæjarstjórn frestaði afgreiðslu á síðasta fundi sínum þann 13. október síðastliðnum og er því málið nú lagt fyrir á ný og bæjarstjórn hefur fengið upplýsingafund málið í millitíðinni og hér er málið lagt fram að nýju og orðið er laust þennan fundarlið. Og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem með okkur fylgjast. Þetta er samningur, eða viðauki við samning og í þessu tilfelli þá fjallar hann eingöngu tengigjöld og í sjálfu sér er alveg nauðsyn á því að við göngum frá því en það er náttúrulega alveg sérstakt að það skuli ekki vera hægt að ganga frá öllum þeim gjöldum sem eru þá fráveitugjöldin í viðbót sem eru inn í þessum samning. Þau eru skilin eftir og ef ég skil það rétt þá er andstaðan aðalega út af því að ekki sé vilji í veitum eða okkar samningsaðilum að setja inn í samningin þar sem er þó alveg skýrt inn í viljayfirlýsingunni sem var gerð í upphafi og þessi viljayfirlýsing er meira að segja hluti af lögum sem voru samin á sín tíma út af þessum meðal annars sameiningum og þannig að það er mjög sérstakt að það skuli ekki vera hægt að ganga frá þessu þannig að það komi alveg skýrt fram í samningnum það að það sé sama gjaldskrá hjá okkur og þeim í Reykjavík. Það er einhver tregða hjá þeim og það er kannski ástæða fyrir því að það komi nýtt fólk sem ekki var þegar við gerðum þessa viljayfirlýsingu á sínum tíma og þess vegna er ennþá meiri ástæða fyrir því hjá okkur að leggja á það áherslu að þetta komi inn í samningana meðan við getum leitað til einstaklinga sem voru á þessum tíma þannig að þeirra framliðar stundir að það sé ekki einstaklingar sem eru þá ná því inn að við séum á sitt hvoru
svæðinu sem ekki samkvæmt viljayfirlýsingunni. Menn hafa verið að tala að það sé mismunandi arðsemi að fráveitunum eftir svæðum og í þeim samanburði þá taka í rauninni allt Reykjavíkursvæði sem eina heild, þannig að ég veist það ef við förum að skipta Reykjavík niður á einhver svæði að þá komi nú í ljós að arðsemin þar mjög mismunandi. Það var nú sennilega vegna minna efasemda á síðasta bæjarstjórnarfundi að við frestuðum þessu og fengum betri yfirferð yfir málið núna á milli bæjarstjórnarfunda og það bara vel. Ég mun í sjálfu sér alveg samþykkja þennan viðauka með þeim miðað við þær bókanir sem ég vona að forseti lesi þá hér á eftir og ég held að það sé alveg ljóst að hvað viljayfirlýsingin og hugur manna stóð til þegar þetta var farið á stað með þetta verkefni og við megum ekki láta það ske að fólk í dag sem nýtt inn í veitum og að það valti yfir okkur og komi því til leiðar með tíð og tíma að við verðum á mismunandi gjaldsvæði. Maður bara skynjar það að það sé hugurinn í þessu fólki þegar að það ekki tilbúið að setja þetta inn í viðauka og samninga. Að svo mæltu þá ætla ég ekki að hafa mörg orð þetta í bili, en ég reikna með að ég alveg samþykki þennan samning miðað við það sem það bókun sem ég var búinn að sjá. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og forseti áður en lengra haldið með umræðu þá ætla ég að lesa upp bókun, þá tillögu forseta að bókun sem hljómar svona. Bæjarstjórn Akraness samþykkir framlagðan viðauka tengigjald sem öðlast gildi leið og Orkuveita Reykjavíkur, Vatns- og Fráveita SF hefur birt auglýsingu gildistöku hans á lögformlegan hátt. Þangað til gilda ákvæði gjaldskrár Akranesskaupstaðar innheimtu tengigjalds. Bæjarstjórn Akraness leggur áherslu á með vísan til samninga Akranesskaupstaðar og Orkuveitu Reykjavíkur og fleiri. Það annars vegar frá 12. desember 2001 og hins vegar frá 15. desember 2005 að fjárhæð gjalda verði svo sama á Akranesi og í Reykjavík, hvort sem að ræða tengigjald, fráveitugjald eða önnur gjöld. Það hafi verið forsenda við gerð greindra samninga, meðal annars hvað varðar eignarhluta eigenda í Orkuveitu Reykjavíkur og tengdum félögum. Þetta er tillaga forseta að bókun í þessu máli og ágætt að því að bæjarfulltrúi Einar Brandsson minntist á hana ágætt að hún komi fram og orðið þá laust á ný ef fleiri vilja ræða málið. Það enginn sem kveður sér. Jú, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem óskar eftir að fá orðið. Ragnar, gjörðu svo vel. Ég vildi bara koma inn á þessa bókun. Þetta segir raun og allt sem segja þarf. Það alveg rétt sem Einar kemur inn á að með tímanum náttúrulega þessir einstaklingar sem koma á samningum fyrir kaupstaðar sínum tíma hverfa frá og það kemur nýtt fólk inn í Orkuveituna. En það þá okkar og þeirra sem eftir koma að minna á hver meiningin var í upphafi og bæjarfulltrúi Einar Brandsson talar að ekki hafi tekist að koma inn þessum ákvæðum í samningin að þá eftir mínu skilningu var það alveg skýrt hjá okkar viðsemjendum að þeir vildu ekki setja ný ákvæðin sem voru ekki í samningnum en skilningurinn alveg svo sami. Og eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom líka inn á að ef
ef að Orkuveitan fer fram með það að höfuðborgarsvæðið eða Reykjavík verði bara eitt gjaldsvæði, þá náttúrulega höfum við ýmislegt upp í erminni. Þannig ég fagna bara þessu samning og held að þetta sé góðu samningu fyrir okkur. Þarna færist ábyrgðin yfir á Veitur. Fjárbindingin sem áður var í lögnum og annað, þetta léttir margt fyrir okkur. Þetta kemur til með að lækka tengigjaldið töluvert fyrir húsbyggendur og sér í lagi þá fjölbýlishús og stærri einingar. Þannig að ég held að þetta sé gott fyrir alla, ekki bara okkur, heldur líka bara þá íbúa sem búa hér og húsbyggendur. Þannig að ég bara fagna þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki beðið orðið og þá óska ég eftir því að bæjarfulltrúar gefi mér merki ef að þeir samþykkja fyrrgreinda afgreiðslu á þessu máli, þá bókun sem að forseti las upp hér áðan. Ég hins vegar sé ekki nema 4 bæjarfulltrúa í mynd. Þannig að ég verði eiginlega bara að óska eftir því að ég fái þetta bara skriflega inn í spjallborðið á fundinum og þarna kemur og þarna tínist þetta inn. Og það eru 9 atkvæði komin sem að samþykkja þessa afgreiðslu málsins. Og óska þá eftir að það sé fært til bókar. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í 3. fundalið, en það endurskoðun gjaldskrár fyrir gatnagerðargjöld og tengigjald fráveitu. Endurskoðun á gjaldskrá fyrir gatnagerðargjöld og tengigjald fráveitu var samþykkt og vísað til bæjarráðs og fundi skipulags- og umhverfisráðs þann 12. október síðastliðinn og það voru 2 af 3 fulltrúum í bæjarráði sem að samþykktu breytingu á gatnagerðargjaldskrá og vísa henni til bæjarstjórnar til samþykktar. Samþykki veitt með þeim fyrirvara að bæjarstjórn Akraness samþykki viðauka fráveitu sem fjallar tengigjöld fráveitu en breytt gatnagerðargjaldskrá tekur meðal annars mið af þeim breytingum sem felast í breyttri aðferðafræði við álagningu og innheimtu tengigjalda. Og viðauki tengigjöld fráveitu var afgreiddur með samþykki í síðasta fundalið, þannig að sá fyrirvari er þá fallinn niður og málið tækt til afgreiðslu. Þannig að hér að ræða endurskoðun á gjaldskrá fyrir gatnagerðargjöld og tengigjald fráveitu og orðið er laust þennan fundarlið. Og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem að óskar eftir að taka til máls. Gjöra svo vel, Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla í sjálfu sér ekki mikla athugasemdir við sjálfa gjaldskrána, en að hún sé í svona innan bara þess sem eðlilegt er. Það sem ég finnst og vil svona gera athugasemd við er það að þessi liður skuli vera hérna inni, því að hann er háður því að annar liður sem er á undan sé samþykktur. Ég hefði talið eðlilegri stjórnsýslu þegar þetta var tekið fyrir í bæjarráði að því hefði bara verið frestað og ekki verið að samþykkja svona hluti með þessum fyrirvörum. Mér finnst það ekki góð stjórnsýsla eins og stundum er sagt, en í sjálfu sér hef ég ekki
neinar þannig athugasemdir við sjálfa gjaldskrána og reikna alveg með því að ég muni samþykkja hana, en ég vildi bara koma þessu á framfæri. Mér finnst það ekki rétt málsmeðferð. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust að nýju ef að fleiri vilja ræða málið, og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Rakel, þú ert ennþá á mute. Núna. Glæsilegt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að fylgja því eftir að ég satt hjá í þessari atkvæðagreiðslu í bæjarráði akkurat út frá þeim rökum sem Einar Brandsson lýsti hér á undan, og tek undir það að mér finnst þetta ekki góð stjórnsýsla að gera þetta svona, af því þetta var háð afgreiðslunni hér á undan. Svo kannski í annar stað hefði ég kannski kosið það að formaður skipulags- og umhverfisráðs myndi fylgja þessu máli aðeins eftir til þess að kannski aðeins að skapa umræður ef einhverjar verða, af því að þetta stærra mál heldur en eitthvað smámál. Þannig að takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust þriðja fundalið, endurskoðun gjaldskrár fyrir gatnagerðargjöld og tengigjald fráveitu. Og það eru ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Og jú, við nú við. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Ég var eitthvað fipaðast að komast inn í tjattið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir talaði að fylgja málinu eftir. Það er alveg sjálfsagt. Þessi gjaldskrá náttúrulega miðast fyrst og fremst við það að við erum að fella út tengigjaldið. Stærstu breytingarna þarna það að við erum að lækka gjaldskrána fyrir fjölbýlishús. Við erum að fara niður í bílakjöllurum niður í 25% af gjaldi, sem svolítið svipuð leið og nágrannasveitarfélög okkur á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að gera, sem þá hvati til þess að í stærri fjölbýlum að menn séu frekar að reisa bílakjallara en stór bílastæði. Í þessari vinnu var borið saman gjaldskráin, til dæmis í Mosfellsbæ, Árborg og Reykjanesbæ. Við erum töluvert undir Mosfellsbæ og Reykjanesbæ, Mosfellsbæ fyrirgefið og Árborg, en erum svona til skiptis við Reykjanesbæ. Á móti kemur að það hefur til dæmis tíðkast í Mosfellsbæ og fleiri stöðum að þær eru boðnar út lóðir og þá kemur gatnagerðargjöldin og það ofan á, þannig að lóðaverð hér er mun hagstæðara en í þessum sveitarfélögum. Að öðru leyti er og við erum náttúrulega, lögin gera ráð fyrir því að heimila ekki það sé ekki fara upp fyrir 15%. Við erum í einbýlishúsum í 13,65, raf- og parhúsum 8,80 sem lækkun, fjölbýlishúsum, fjölbýlishúsum 7,59 sem lækkun, atvinnuhúsnæði 7,31 og gripahús 2,76 sem á þá við Æðarodda og svo þetta sér ákvæði bílakjallarana. Annars eru reglurnar í svona stærstu leyti keimlíkar því sem áður var, nema við erum auk þess erum við að skerpa líka á þeim atriðum sem koma þegar menn hafa fengið úthlutað og þeim hraða sem við krefjumst þegar menn eftir að reyna að koma í veg fyrir það að menn liggi, einstaklingar eða verktakar séu lengi með lóðir, að uppbygging hefjist fyrr.
bæði gagnvart okkur og líka gagnvart þeim sem eru að byggja í hverfunum og búa, að það sé ekki, hverfin sé ekki mörg ár eða áratugi að byggjast upp, heldur byggist bara nokkur hratt. Og í mínum huga á það náttúrulega að vera svolítið keppi hjá bæjarfélaginu að við eigum lóðir. Við eigum alltaf lóður og lagur sem tilbúin í næstu áfanga. Núna erum við að fara vonandi í úthlutun við Aspaskóga og við Suðurgötu og svo í framhaldinu Skógahverfi ef það skipulag fer í gegn. En við höfum líka, og erum þar alveg þetta núna, höfum verið í svona, hefðum þurft að eiga fleiri lóðir. Bæjarfélag hefur líka verið í þeirri stöðu eftir viðvarandi lóðaskort að spýta í. Sjáum til dæmis Baugalundurinn, hann er ekki ennþá uppbyggður. Þar fór bæjarfélagi mjög mikla Baugalund, Blómalund, Akralund, mjög mikla uppbyggingu á sínum tíma, en þá kemur eitt ekki hrun og bæjarfélagi situr uppi með lóðir í mjög langan tíma. Þannig að við þurfum að tryggja það að þegar einstaklingar og verktakar hafa fengið lóðir að framkvæmdir hefjist sem fyrst, ella að menn skili inn lóðunum. Og það er svona reynt í þessum nýju reglum að skerpa aðeins á því og þessum ákvæðum og þessum úrræðum sem bæjarfélagið hefur. Þetta var svolítið laust, en við erum að reyna þarna að skerpa á því og teljum okkur hafa náð því og það breytir að koma í ljós. En eins og segir, stærstu breytingarnar í gjaldskráni eru þá fjölbýlishúsin sem er lækkun og bílakjallararnir sem ég vona að komi nýtist okkur vel eins og semisreitnum að menn horfi þá þar í að það er hönnun gerir ráð fyrir bílakjöllurum en það verður þó ekki til trafal því það er eitt af því sem hefur verið bent á þegar við höfum verið í viðræðum við þessa stóru byggingaraðila að bílakjallarnar hafa verið á sömu gjaldskrá. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki beðið orðið. Það eru síðustu forvöð núna. Ef einhverju fleiri vilja tjá sig þriðja fundarlið og það er enginn sem að óskar eftir því. Þannig að þá ætla ég að lesa hér upp tillögu forseta að bókun á þessum fundarlið og hún hljómar þannig að bæjarstjórn Akraness samþykkir framlagða gjaldskrá fyrir gatnagerðargjöld á Akranesi og gildistaka hennar verið auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Núgildandi gjaldskrá og gatnagerðargjald fellur úr gildi við auglýsingu í gildistöku hinnar nýju gjaldskrár í B-deild. Og þeir sem að samþykkja þessa afgreiðslu málsins eru þá vinsamlega spennur að gefa mig merki það inn í spjallið. Þú eru forseti að telja. Það er komin 9 atkvæði og öll jákvæð, þannig að þetta er samþykkt með 9 atkvæðum og óska að það veri fært til bókar. Þá förum við í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmeri 20.01.002, þetta er fundargerð bæjarráðs á árinu 2020 og lögð er fram fundargerð frá fundi númer 3432 sem framfór þann 15. október 2020 og orðið er laust þessa fundargerð bæjarráðs ef einhver óskar eftir að ræða hana. Og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem biður orðið. Ólafur, gjör svo vel.
Ólafur, þú ert á mute, við heyrum ekki í þér. Herra forseti, þið mistið ekki að neinu. Já, það var það lið númer 3 í fundargerð bæjarráðs og mig langar til að forvitnast það af því að nú komið fram sviðsmyndagerðin varðandi Höfða og ef við horfum á þann tíma sem við höfum til aflögu til að ræða þau mál og kannski koma einhverju til framkvæmda af því sem við mögulega viljum gera, þá þrengist tíma. Við erum núna að fara að sigla inn í fjárhagsáætlanagerð og ég tel mikilvægt að við búum til rými í fjárhagsáætlanagerðinni fyrir mögulegum breytingum ef við viljum gera þær á annað borð og síðan að við þá hvort við ætlum ekki að gefa okkur tíma sem fyrst til þess að fara yfir þessi mál og athuga hvort að við viljum raunverulega gera breytingar. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið. Einar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á líða. Ég ætla svona aldrei þessu vant að nefna hérna nokkra liði sem í þessari fundargerð og ætla að byrja hérna á lið 8 sem fjölliðjan, uppbygging á Dalbraut 10. Ég hef í sjálfu sér til þess að byrja með kannski spurningu framhaldið á þessu máli því að það ekki greinilega til afgreiðslu hér í bæjarstjórn, þannig að spurningin er þetta endanleg niðurstaða og það bæjarráð þá sem hefur samþykkt þetta og verður þá hafist handa samkvæmt því. Það svona spurningin. Hitt svona bara hugleiðing hjá mér. Ég hef í sjálfu sér verið á móti því að við notum þetta gamla hús. Mér finnst að við hefðum átt að rífa það og eins og kemur fram í bókun bæjarfulltrúans Rakelar Óskarsdóttur að þá eru þarna hlutir sem að við í rauninni rennum blint í sjóinn með og ástand fyrir ekki gott og alveg örugglega ekki betra núna og miðað við það sem að hefur verið í gangi í kringum myglur að þá hefur svona, nú erum við að tala varlega, að myglu vandamál eru kannski stærri heldur en það að það sé mygla í húsum. Það að það hafi verið mygl í húsi getur verið töluvert mikið vandamál og það munum við þá burðast með í þessu húsi. Meiri hluti bæjarráðs bóka líka undir þessum lið og kemur inn á það að þeir vilji velja þessa sviðsmynd 1 sem þá að halda í gamla húsið og byggja við það samkvæmt 13-14 ára gömlum hugmyndum
og þeir telja það þá fullnægjandi fyrir nútíman og til næstu 30 ára. Ég tók eftir því þegar ég fór svona að lesa skýrsluna frá starfshópnum sem fjallaði þetta, að hann í sjálfu sér sem, já, ég veit ekki hvort það eðlilegt, en allavega hann velur enga sviðsmynd fram yfir aðra og þar af leiðandi það þá ákvörðun meirihlutans þessara tveggja sem að greiða atkvæði með þessi bæjarráði að fara þessa leið en ekki aðra. Vísu aðeins dýrara að rífa húsið og byggja frá grunni, en við erum samkvæmt minni skoðun í miklu betri málum. Plús það sem mér finnst vanta algjörlega í þessa umræðu, það var það þegar að starfshópurinn var að vinna þetta verk, þá fengum við í raun upp í hendurnar lóðina sem við köllum í daglegu tali N1 lóðina, og mér finnst vanta mikið upp á það að þeir möguleikar sem við fáum þar upp í hendurnar séu skoðaðir, þannig að við séum að tala að við skipuleggjum svæðið allt sem við höfum, N1 og Dalbrautarreitin sem fjölliðan á, að við skipuleggjum þetta sem heildstætt skipulag, ekki það við séum með þann hvað ég að segja, axli sem húsið í rauninni, að við þurfum að gera skipulagið út frá gamla húsinu og þá þeirri fyrirhuguðu byggingu sem að var teiknuð við hana. Þannig að mér finnst við verum að loka á mikla möguleika sem við höfum og fengum upp í hendurnar með þessari ákvörðun og mér finnst líka að þessi ákvörðun hafi verið tekin í upphafi og það hafi verið unnið sig í þá átt að það væri hægt að taka hana. Þannig að maður var svona, og hef sagt það áður í þennan hóp, að mér fannst það svona alltaf vera enda punkturinn. Þannig að mitt mat það að við séum að henda frá okkur miklu möguleikum og ég vil benda á það að fyrsta máli sem við í rauninni berum undir notendaráð sem við settum á stofn til að við hefðum vettvang fyrir einstaklingar sem að hafa hagsmuna að gæta í þessu máli, að þeir fengu þetta til umsagnar og ég skil ekki öðruvísi þeirra bókun sem að fylgir í skýrslunni, en það þeim hugnist það að það sé horft á svæðið í heild og að þeir möguleika sem að þar eru til þess að byggja upp til framtíðar húsnæði og þá starfsemi jafnvel líka einhverja fyrir þessa einstaklinga okkar að þeir leggja til að það sé skoðað. En því í rauninni þeirri ráðleggingu og þeirri bókun henni í rauninni kastað bara frá.
og ekkert nefnd neinstar eða hverju menn að horfa fram hjá því. Ég held að það hafi ekki verið meira þetta félöguna en ég bara harma það að við séum að fara þessa leið sem að meirihluti bæjarráðs tók og ítreka spurningu mína það hvert framhaldið þá af málinu, kemur þetta inn í bæjarstjórn eða er þetta endanleg afgreiðsla. Ég var líka með hér Suðurgötu 108. Það er alltaf skemmtilegt þegar það mál kemur inn. Ég skilst að þarna hafi verið til umræðu tilboð í húsið og ef að hægt að svara því hvort að þetta sé búið að taka því tilboði og hver var þá í raun niðurstaðan þar og svo að því það nú kannski ekki alveg hægt að ræða svona tilboð kannski ef þau eru ekki frá gengin, en mér langar samt að kasta því inn að hvort það sé ekki alveg öruggt að Akraneskaupstaður mun ekki fjármagna þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru í húsinu, þannig að það sé að fullu greitt við afhendingu. Að lokum þá var ég hérna með og langar að nefna hér erindi sem kom inn til bæjarstjórnar og ég ætla bara að þakka Stefáni Skafta Steinólfssyni fyrir það bréf og þær hvatningar sem að hann kemur með. Ég geta mörgu leyti tekið undir margt sem að hann kemur þarna inn á. Staðreyndin bara sú að undanfarin ár þá höfum við, og ég meðtalinn, ég hluti af því, að okkur hefur ekki tekist síðustu ár, mörg ár, að stuðla að því að fá Faxaflóahafnir til þess að byggja hérna upp aðstöðu fyrir þá sem að áttu að koma hingað, því að í upphafi þá var Akraneshöfn útvalin sem fiskihöfn Faxaflóahafna, en reyndin hefur í raun orðið önnur og uppbygging til styrktar fiskvinnslum hefur farið fram eingöngu í Reykjavíkurhöfn. Þannig að við getum alveg, og ég tek það á mig líka, við höfum ekki staðið okkur nú vel. Umræðan hefur alltaf snúist að það þurfi einhver að koma til okkar til þess að við eða Faxaflóahafnir færi í einhverjar aðgerðir, en ég held að þetta sé í rauninni sama spurningin eggið og hænuna, að hingað kemur enginn nema við séum með aðstöðu fyrir þá, og í því felst að við hér gerum viðeigandi uppfyllingar þannig að fyrirtæki hafi kost á að fá lóðir við
höfnina því að það er í dag sú staðsetning sem að þessi fyrirtæki óska eftir að hafa aðstöðu nánast á hafnagarðinum. Mér finnst og hefur fundið svolítið lengi að það sé í rauninni ákveðin uppgjöf í okkur að það sé að myndast hér, hvað á maður að segja, að íbúarnir og við íbúarnir séum orðin bara sátt við það að fiskvinnsla sé horfin og hún mun ekki koma aftur. Og það er í rauninni dapurt því að það hefur nú sýnt sig í þeim harðræðum sem við höfum lent í undanfarin ár, bæði í hruninu mikla og svo aftur núna að það sem stendur alltaf upp úr er fiskvinnslan og útgerð og það er í rauninni það sem er ankerið í því sem að gefur okkur það að við hérna komumst alltaf af. Við lentum í því á síðasta kjörtímabili að fara í mjög erfiða skipulagsbreytingu að Ósk-KB Granda. Það var mjög umdeilt mál og við fórum í mikla vinnu og vönduðum okkur, höfðum mikið samráð og við alla sem að sátu við borðið, bæði bæjarstjórn og fyrirtæki og þá aðila í bænum sem að komu fram fyrir hönd þeirra sem voru á móti því að fiskþurrkunin stækkaði eða eldist hérna og sá tími sem að það tók og svo andstaða sem að í rauninni var við það mál verður í rauninni hlutin af því að þeirri ástæðu ásamt náttúrulega öðru að KB Grandi fór héðan, tók það ákvörðun þrátt fyrir það að þeir væru búin að kynna bæjaryfirvöldum í tvígang að þeirra útreikningar sýndu það að það væri hagkvæmast fyrir að komast hingað upp á Akranes. En þannig endaði það og þannig virðist þetta mál vera að enda hjá okkur að við erum að tapa fiskvinnslunni út úr bænum. Og maður skynjar eins og ég sagði áðan ekki svona annað en að flest allir séu þá búin að sætta sig við það. Ég er ekki búin að sætta mig við það og mér finnst það dapurt. Þannig að þetta er í sjálfu sér góð ábending hjá Stefáni Martaðsi. Ég er ekki sammála öllu sem hann segir en það er sannleikur í þessu hjá honum. Nú er ég vonandi ekkert skammað fyrir þetta sem ég sagði núna en þetta er bara hluti sem og stundum þarf maður bara að segja hluti eins og þeir eru. Ég held að ég bara ljúki í máli mínu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og ég ætla hérna örlítið að bregðast við spurningu bæjarfulltrúans hérna málsmeðferð, það sem sagt framhald málsins varðandi uppbyggingu fjörleiðunnar, hvort að hérna þetta sé endanlega afgreiðsla, þessi afgreiðsla í bæjarráði og þar með sé máli bara farið af stað. Að ég þarf bara sem forseti bæjarstjórnar að afla mér upplýsinga það og mynd það að mér finnst þetta bara
góð spurning hvort að þetta mál eigi ekki að koma hér inn til bæjarstjórnar til umræðu og afgreiðslu. Og ég mun ganga og skugga það hvort að svo sé eða eður ei. Mér sagt að hafi heyrst illa í mér, heyrist betur í mér núna. Já, þá bara ítreka ég það að ég ætla að bara sem forseti mun ég athuga það hvort að þetta mál þurfi ekki að koma til bæjarstjórnar. Þannig að ég skoða það með okkar sérfræðingum í málsmeðferð og stjórnsýslu. En næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Já, kærar þakkir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar bæjarstjóra aðris frá Hlíða. Mér langaði kannski aðeins að fara inn á dagskrárliði nr. 3 í bæjarráði, þó ég hafi nú ekki sittið þennan fund sjálf, en mér langaði að ræða hann aðeins. En þetta höfði og sviðsmyndagreining rekstrarforma. Og já, undir þessum lið þá fór Jóhann Þórðarsson, endurskoðandi Akranskaupstaðar í gegnum þessa mjög vönduðu vinnu sem hefur verið og var gerð á hinum mismunandi rekstrarformum sem gætu komið til greina. Hvað varðar mismunandi rekstrarform hjúkrunarheimila, og þetta bara mjög greinagóð samantekt sem varpa fram kosti og göllum og öðrum þáttum. En þarna eru þættir skoðaðir eins og það að hvort það eins og það að hvort það var ekki að útvista þessari þjónustu til ótengds aðila, eða svo önnur sviðsmynd sem var skoðuð að hvort það hægt var að gera höfða sjálfseignarstofnun eða sameignarfélagi. Og síðan var auðvitað skoðað hvað það þýði að halda í núverandi rekstrarform eða að skila eða segja upp samningu við Sjúkratryggingar Íslands rekstur hjúkrunarheimila eða höfða. Og þetta bara máli mitt sem eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á að við þurfum að ræða enn frekar, og það eru aðrir þættir sem ég myndi vilja líka við hefðu til hliðsjónar þegar við tökum ákvörðun eða ekki, eða hvað verður í þessu máli, að það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum kannski bæjarfulltrúa að það nefnd á störfum á vegum ríkisstjórnarinnar það að greina stöðu hjúkrunarheimila í landinu. Við sjáum það að Höfði langt frá því að vera eina hjúkrunarheimilið í landinu sem stendur frammi fyrir því langt frá því að vera eina hjúkrunarheimilið sem stendur frammi fyrir því að fá kannski ekki tekjur í samræmi við það þjónustu sem að þeim skylt að sinna. Það loka, það eitthvað smá högt á þessu hjá mér öllu. Það aðeins að trufla mig eitthvað skilaboð og eitthvað, og já, þessu stendur ekki eitt frammi fyrir þessu, og við höfum séð meðal annars núna í fjölmiðlum að forstjóri Grundarheimilanna, hann hefur meðal annars komið fram og var með Vísi núna gær, eða ég sá það á Vísi í gær, það getur vel verið eldri frétt, að það sem hann viðrar þær hugmyndir hvort það sé ætlun ríkisins að keyra þessi heimili í þrot til þess eins að í rauninni að þeim verði skila til ríkisins. En allavega þá átti þessi starfshópur á vegum ríkisins að skila niðurstöðu rekstur þessara heimila fyrir 1. nóvember, en ég held að sé okkur öllum ljóst að það verður ekki. Og ef maður skoðar umsögn samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu fjárlagafrumvarpið, en þeir eiga aðila inn í þessum verkefnahópi eða starfshópi eða já, að þá telja þeir það að það geti orðið á nýju ári, sem sagt á vor, eða sem sagt einhvern tíma fyrir vorið sem að þessu skila. Að mínu leyti þá allavega finnst mér þetta eitt af þeim gögnum að vita hvað ríkið ætlar sér að gera í þessu,
kannski er það vitlaust hjá mér, en þetta er eitthvað sem við tökum með okkur inn í umræðuna. Og ég held að það sé bara mjög gott ráð að við köllum saman annarkvort tímsfund eða vonandi getum við nú fara að hittast mjög fljótlega í svona raunheimum bæjarstjórn og ræða þessi mál okkar á milli. Að þetta er allavega það vanda plagg sem varpar upp hinum ýmsu sviðsmyndum og það eru líka þættir sem koma fram í skýrslunni sem að varða jafnvel mannauðsmál, hvað varðar ef þetta væri sameignarfélag eða sjálfseignarstofnun eða útvistunarmálin, að þá þarf að skoða sérstaklega mannauðsmál og kjarasamningsmálin og aðra þætti sem að skipta máli og hvað með sólarlagsákvæði, hvað kjarasamningsmálin varðar og síðan höfum við séð það líka að það hafi verið gerð sólarlagsákvæði hvað varðar og samningar fjármagn sveitarfélaga inn til stofnana sem að hafa útvistað starfseminni. Og þetta þurfum við líka að skoða í samhengi við bara öldrunarmálin almennt séð og heimaþjónustuna, dagdvölina og ýmislegt annað. Þannig að ég bara fagna því ef að fólk vil setjast niður og við ræðum þessi mál saman sem bæjarstjórn. En finnst vanta mikilvæg gögn sem er niðurstaða þeirra skýrslu sem að ríkið setti loksins á fótinn allt og seint. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Sandra, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar að minnast á nokkur atriði í fundargerð bæjarráðs og mér langar að byrja á lið númer 9 sem er 8 mánaða uppgjörið og þakka kærlega fyrir í rauninni viðbrögðin við því ákalli sem meðal annars ég hef sett fram að flýta skilum á fjárhagsupplýsingum til bæjarfulltrúa til þess að auðvelda ákvarðanatöku og svona bara gefa okkur betri innsýn inn í það hvert stefnir og kannski ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna þar sem að í rauninni allt er í heiminum breytingum háð og ég bara þakka kærlega fyrir þetta og finnst bara mjög flott að 9 mánaða uppgjörið sé á leið til bæjarráðs núna fyrir lok október og ég held að það seti klárlega þetta bæjarfélag á sérstall varðandi skil á fjárhagsupplýsingum til sinna kjörnu fulltrúa. Þannig að ég bara fjármáladeildin og þeir sem hafa unnið að þessu eiga bara virkilega hrós skilið fyrir þetta. Þá langar mér líka að minnast á lið númer 3 varðandi sviðsmyndagreiningar Höfða sem að bæði bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hafa nú svo sem vikið að hér á undan og ég ætla svo sem ekki að lengja það mál að öðru leyti en því en ég tek bara undir með bæjarfulltrúa Ólafi Adolfsssyni að tíminn er á skornum skammti og ég svo sem skil vel í rauninni það að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir vilji bíða eftir niðurstöðu ríkisins í varðandi þessi mál en þá er samt bara tíminn af skornum skammti ef að það er vilji bæjarfulltrúa af alvöru að skoða einhverja breytingar á í rauninni rekstrarforminu á þessu kjörtímabili. Þannig að ég svona bara vil taka undir þetta og ítreka það. Þá langar mig aðeins að minnast á lið númer 8 sem er fjölliðan og ég tek bara heilshugar undir það sem kollegi minn Einar Brandsson bæjarfulltrúi fór yfir hér áðan varðandi hans áhyggjur af í rauninni þeirri niðurstöðu sem að virðist vera komin af hendi meirihlutans í þessu máli
það að segja að það að byggja við í rauninni núverandi húsnæði og gera endurbætur og breytingar á því húsnæði sem brann og það í sjálfu sér það sem ég sakna líka úr þessari umræðu og við höfum svo sem farið yfir áður hér á fundum bæjarstjórnar. Það í rauninni líftímakostnaður þeirra bygginga sem við erum að fara í gang með. Það að segja að það sé horft til allra þátta, líka þá rekstrakostnaður og viðhaldskostnaður byggingana. En ekki í rauninni bara fjárfestingakostnaðarins sem mér finnst svona kannski fyrst og fremst vera horft til í þeirri skýrslu sem liggur fyrir málið og já, þannig að já, það svona í rauninni ritarinn að trufla mig hérna afsakað þetta. En þetta í rauninni það sem að mér finnst að þurfa að koma á framfæri og að menn skoði með hvað hætti rekstrakostnaðurinn á þessum byggingum ólíkur. Af því að það auðvitað bæði í rauninni meira áhætta í því að fara að byggja við og breyta gömlu húsi eins og búið að fara yfir ítrekkað. En svo það líka þá varðandi viðhaldsþáttinn og hvernig í rauninni þessar byggingar koma saman og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að ég bara lýsi yfir verulegum áhyggjum mínum á að þetta sé niðurstaða meirihlutans í málinu. Það var ekki annað sem ég langaði að fara yfir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Heyrist ekkert. Heyrist í mig núna? Nú heyrist í mér, þá höldum við áfram. Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki beðið orðið. En ég ætla aðeins að fá að tjá mig áður en að haldið áfram og koma örlítið inn á einn fundalið sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson nefndi í sínu máli hér áðan. Það 19. fundaliður í fundargerð bæjarráðs, áskorun varðandi fiskveiðikvóta og aflaheimildir. Við fengum þarna bréf frá íbúa með mjög skýrri og skorinorðri áskorun og hvatningu til bæjarstjórnar og ég tek undir þakkir bæjarfulltrúa Einars Brandssonar til bréfritara. Það er gott fyrir okkur pólitíska fulltrúa að fá svona ábendingu og smá hressingu bara til þess að brýna okkur í okkar verkefnum. Ég get sagt það sama og bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir að ég sammála mörgu sem kemur fram í bréfritara og ekkert endilega öllu. En ég ekkert viss að atriðin sem að ég sammála bréfritara séu þau sömu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson sammála bréfritara. Það þarf ekkert að vera. Ég ætla hins vegar bara að fá að mótmæla þeirri söguskoðun bæjarfulltrúans Einars Brandssonar að það hafi verið einhvern veginn sök þeirra bæjarfulltrúa í síðustu bæjarstjórn sem ekki vildu samþykkja það að hér risi hausaþurrkunarverksmiðja í nágrenni við íbúabyggð. Þetta mál var rætt út á síðasta kjörtímabili þannig að ég ætla svo sem ekkert að vera að ræða það neitt meira.
en ég ætla hins vegar ekki að samþykkja það eða sitja undir því að við bæjarfulltrúarnir sem höfðum þá skoðun að þetta ætti ekki að rísa hér, að við höfum átt sök á því að héðan hafi horfið fiskvinnsla og útgerð. Það voru ekki þessir bæjarfulltrúar sem tóku þá ákvörðun og það voru ekki bæjarfulltrúar á Akranesi sem tóku þá ákvörðun, heldur það voru handhafar kvótans í því sem að bréfritarinn nefnir, og ég er sammála, ósanngjörnu fiskveiðistjórnunarkerfi. Hvers árangur er vægast sagt lélegur hvort sem litið til veiða eða byggðasjónarmiða. Það voru handhafar fiskveiðiheimildanna sem ákváðu að fara með þær héðan, ekki bæjarfulltrúar. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér það að mótmæla þessari söguskýringu bæjarfulltrúans Einars Brandssonar, enda skal því haldið til haga að þeir bæjarfulltrúar sem höfðu þessa skoðun, þeir voru í minnihluta, meirihlutin varð ofan á og skipulagið var samþykkt. Fyrirtækið ákvað samt að fara í burtu, þrátt fyrir að þeir hefðu fengið öllu sínum óskum fullnægt. Þannig að ef að það sem að þarf til er að kjörnir fulltrúar sýni handhöfum fiskveiðiheimildanna skilyrðislausa hlýðni og hagi sig samkvæmt því við pólitíska ákvarðanatöku, þá er það leikur sem að ég mun ekki taka þátt í, aldrei nokkuð tímann. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð en þetta, en ég vildi bara einfaldlega bera á mér sakir varðandi þetta sem að kom fram í máli bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Rakel, gjörðu svo vel. Forseti, heyrir í mér? Heyriði núna, já, gjörðu svo vel. Já, það virðist eitthvað vera eitthvað rugl í kerfinu, hann hendir mér alltaf út, ég veit ekki hvað sem er persónulegt eða hvað. En forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þið kannski vingi mér að ég dett út svo ég held nú ekki að tala út í tómi, að því er ekki meint. Ég vil nú byrja á því að þakka kollegum mínum í Sjálfstæðisflokknum fyrir það í rauninni vangaveltur og athugasemdir sem þeir komu með inn varðandi fundargerð bæjarráðs sem var nokkuð langur fundur. En mér langar að varpa því fram hvort að það hljóti nú ekki að vera að þetta komi fyrir bæjarstjórn þetta mál fjölliðinnar. Það getur ekki stoppað í bæjarráði sem eru svo stóra fjárfestingu að ráða, ég bara neita að trúa því að það sé lýðræðið. Þannig að ég ætla nú kannski svona að bíða með og vona að þetta komi nú inn á fund bæjarstjórnar á næsta fundi en vil þó ítreka það að ég er svo innilega sammála þeim bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem hafa talað þetta mál og ég er í rauninni eins og þau segja líka miður mín að þetta sé lendingin, að það er að velja eingöngu þann kost sem er ódýrastur nú og þegar og horfa ekki til framtíðar í þessu og að sé í rauninni ekki verið einu svona ávarpa þennan þátt sem að snýr að myglu í húsinu. Mér finnst það athyglisvert í bókun meirihlutans, en ég ætla ekki að staldra lengur við þetta mál og ætla bara hvetja þá og ef einhver sé að hlusta að kynna sér þessar bókanir minnihlutans sjálfstæðismanna og svo meirihlutans Framsóknar og Frjálsra og Samfylkingarinnar í þessu máli. Þetta er sem sagt fundur bæjarráðs frá 15. október síðastliðinn og menn verða væntanlega margs vísari þegar þeir lesa það.
Annað ætla ég svo sem ekkert að tæpa á í þessari fundagerð og ég segi bara takk fyrir mig og ég vona að ég mjútist þá núna ef allt gengur upp. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Ólafur, gjörðu svo vel. Takk herra forseti. Ég ætla kannski að halda mig bara á sömu slóðum. Ég ætla nú að byrja að þakka Elsu Láru Arnardóttur, formanni bæjarráðs fyrir svörin og ég held mér hefur láðst að þakka fyrir þessa góðu og miklu vinnu sem hefur verið unnin af Jóhanni Þórðarsyni kannski fyrst og fremst. Ég vil þá ítreka það núna. Sko það kann að vera að það sé bara niðurstaða hjá okkur í bæjarstjórninni. Við höfum ekkert verið feimin þá við að viðurkenna það að við viljum mögulega ekki gera breytingar og það líka niðurstaða og þá erum við ekkert endilega að brjóta heilan neitt meira það. Þá verður það bara rætt eftir næstu kosningar ef þannig háttar til. Ég ætla bara samt að vekja athygli á því að hluti þessara vinnu sem var unnin núna fór líka fram á síðasta kjörtímabili. Og þar háðum við mjög hatrama baráttu við ríkisvaldið sanngirni, að fá að njóta sanngirni og réttlætis í málefnum lífeyrisskuldbindinga á hjúkrunarheimilum. Og mér finnst ríkið hafa sýnt algjörlega á spilin sín megin eftir að búið var að greiða upp þessar lífeyrisskuldbindingar sem að kannski Akranes kaupstaður og starfsfólk hans ákvað mestan þátt í að náðast í gegn. Þá hefur ríkið eins og ég segi sýnt á spilin með því í rauninni að draga úr framlögum til hjúkrunarheimila þrátt fyrir augljósan skort eða augljósa þörf fyrir aukningu á frekari framlögum. Ég held að við eigum að hugsa þennan málaflokk alveg upp á nýtt og við eigum bara að horfa á þetta þannig að hjúkrunarheimili eins og við skoðum þau í dag, þau munu aldrei annað þeirri eftirspurn sem mun skapast með hækkandi aldri þjóðarinnar og við eigum að hætta að hugsa á þeim nótum. Við eigum bara að segja að hjúkrunarheimili framtíðarinnar, það verða bara spítalar. Það verða spítalar sem taka við veiku fólki, svo veiku að það getur henni ekki verið heima, en leggja frekar áherslu á að sem mest af þjónustunni verði veitt á heimilum einstaklinga og menn reynir þá frekar að búa þannig hnútan að menn geti dvalið sem lengst heima með því til dæmis að skilgreina íbúðir eða húsnæði og þjónustu til samræmis við það. Og það verði þá frekar á hendi sveitarfélagana og ríkin sjá bara alfarið hjúkrunarheimilin. Við sjáum einmitt greinin með unnið hafa verið í Morgunblaðinu í dag þar sem að opinberast í rauninni frústrasjónin á því hversu óréttlátt skipting á þeim fjármunum sem að fara þó til málaflokksins. Og ég á þeirri skoðun að við eigum að taka þessa umræðu, við eigum að taka hana bara skarpt, við eigum að taka hana núna á næstu mánuðum og taka síðan ákvörðun í framhaldi af því. Ég held að þessi skýrsla sem væntanlega frá ríkinu, eða nefnda með ríkisins, verði bara nákvæmlega eins og allar aðrar skýrslur. Hún dugar í ákveðin tíma og svo algjörlega breytt ástand þó mun bregðist við í tímabundið. Af því að ég ekki að sjá að þessar skýrslur hafa leitt til neinna sérstakra stefnubreytinga. Ég meina það var alveg skýrt til dæmis sem kom fram í vinnunni sem var unnin á síðasta kjörtímabili. Það var alveg skýrt hver niðurstaðan var. En það breytir ekki þeirri stöðu að ríkið samt sem áður vanrækir að leggja nægilegt fé í málaflokkin. Þannig að við eigum að taka ákvörðun, breyta hugsunarhættinum varðandi þessa þjónustu, horfa frekar á það að vera með þá stöðu uppi að við gerum okkar íbúum kleift að búa sem lengst heima og síðan verði það hjúkrunarheimili alfarið á ábyrgð ríkisins og verði í rauninni einhvers konar spítalar. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu
Og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vona að ég hafi ekki sagt það hér áðan. Það hefur þá verið algjör missögn í mér að það voru ekki bæjarfulltrúar síðasta kjörtímabils sem ég var að tala um. Ég held að bæjarstjórn síðasta kjörtímabils gerði eins vel og henni var unnt í sambandi við skipulagsmálin á fiskþurrkuninni og öll bæjarstjórnin stóð mjög vel að því máli en við vorum ekki sammála. Það alveg kristaltært, enda kom það fram í atkvæðagreiðslu skipulagið í lokin. Það sem ég meinti áðan var það að afgreiðslan hún tók langan tíma pluss það að það var hér andstaða í bænum. Og ég held að það hafi ásamt öðrum hlutum sem að ég ætla ekki að koma inn á hér en muni öllum líkindum kom inn á þeirra ævisagan verið gefin út ásamt fleiru. Að bæjarstjórnin stóð sér mjög vel, þetta bara tók allt og langan tíma og þessi tími hentar ekki orðið fyrirtækjum í því rekstrar umhverfi sem þau eru í dag. Og þess vegna var ég að reyna að koma inn á það áðan að við eigum að gera fyllinguna og þá koma kannski fyrirtæki til okkar og við þurfum að fá faxaflóahafnir til þess að koma því í gegn. Við kláruðum það skipulag sem fyrir okkur var lagt á þeim tíma. Við náðum eins góðri niðurstöðu í málið og unnum mjög vel saman öll bæjarstjórnin á síðustu kjörtímabili. En tíminn sem þetta tók, hann var bara langur og í rauninni held ég að fyrirtækið hafi verið búið að taka ákvörðun að fara áður en að endanlega niðurstaða lá fyrir. Þannig að ég ætla ekki að frekar að munnhöggvast við forsetavotn þetta en hann ásamt öllum þeim bæjarfulltrúum sem voru á síðasta kjörtímabili unnu að þessu máli af fullum heilindum og við gerðum þetta eins vel og hægt var til að endurtaka það. Þannig að ég ekki að kenna þeim bæjarfulltrúum sem að greiddu atkvæði á móti þessu og síðasta kjörtímabili að svona fór. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og leiðrétti ákveðin misskilning sem að forseti stóð í og misskildi orðans áðan fyrst afsökunar á því en við erum sammála það við Einar Brandsson að bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili stóð vel að málum og gerði hlutina eins vel og henni var unnt. En svo fór sem fór, en við erum einnig sammála það að nú þurfum við að horfa til framtíðar. Við þurfum að koma þessum framkvæmdum við höfnina í gang vegna þess að ég held að þessi uppfylling sem að á skipulagi sé einmitt algjör forsenda þess að hingað geti flust fyrirtæki og byggt hér upp vinnslu í landi. En þakka bæjarfulltrúi Einari Brandsyni sérstaklega fyrir hans orð og yfirferð hér. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Mér langar að koma inn á nokkra liði þarna. Byrjum kannski á liði númer 8 sem fjölliðan.
Það hefur verið mikið rætt hérna myglu. Þakið, fyrir brunan voru gerðar einmitt rannsóknir á húsinu og tekið myglupróf og þar greindist mygla í þakinu. Þakið fór mjög illa í brunanum og það verður náttúrulega sjálfsögðu skipt þakið. Auk þess sem gluggar og gólfefni skemmdust líka. Þannig í rauninni verður húsið bara uppsteyptur kroppur þegar búið að rífa af fyrir uppbyggingu. Þannig að ég hef fulla trú á því að við komumst í veg fyrir það. Hvað starfshópi varðar, þá var starfshópurinn mjög vel skipaður, bæði af starfsmönnum Fjölliðunnar, auk þess sem voru starfsmenn af umhverfis skipulagssviði. Og ég ætla bara að nýta hérna tækifæri og þakka þeim fyrir vinnuna. Ég hef ekkert annað en gott þeirra störf að segja og ég held að í þessari vinnu hafi verið haft mjög gott samráð bæði við starfsmenn Fjölliðunnar og aðstandendur. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti þarna það er inn í skýrslunni álit frá notendaráði. Það sem koma inn á að svæðið sé ekki full skipulagt. Ég lít svo á að við séum núna í mun betri stöðu eftir festisamningin en áður. Nú getum við skipulagt byggðina, væntanlega byggð þarna að Fjölliðunni en ekki Fjölliðunni að bensínsölu eins og áður var. Þannig að við höfum algjörlega frítt spil og höfum náttúrulega skipulagshaldið þarna og munum þá í þeirri vinnu sem að hefjast núna skipuleggja svæðið að Fjölliðunni en hins vegar lít ég þannig á að í því húsnæði sem núna, sem nota bene, held ég bara gott húsnæði en hentar enga veginn undir svona starfsemi og eins og hefur áður komið fram, það farið að koma brestir, það farið að koma fram árekstrar. Þetta húsnæði hentar ágætlega undir vinnuhlutan en hæfingun og annað, þetta mjög snúið og okkur vantar nýtt húsnæði. Eins og þeir nefndamenn sem sátu fund skipulags- og umhverfisráðs og velferðarráðs, þar sem farið vel yfir, þar sem starfshópurinn kom og fór vel yfir, þá þetta húsnæði það eina sem verður byggt, núverandi Fjölliða, það eina sem verður byggt á Íslandi eingöngu eða hannað eingöngu undir svona starfsemi. Nýjustu byggingarnar sem á Akureyri og Kópavogi eru húsnæði sem hefur verið breytt eftir á. Þeirra álit og álit annarra fagaðilega sem hafa komið að þessari vinnu með þeim að í grunninn sé húsnæði mjög gott. Þá lög gífurleg vinna í það á sínum tíma að hanna þessa viðbyggingu við og auðvitað núna þurfum við að fara í það að setjast niður með hönnuðunum sem koma húsnæðin á sínum tíma og það þarf að skoða hæfingarhlutan og annað sem hefur breyst. Það eru eins og kemur fram í skýrslunni inni hugmyndir það að þarf að stækka eldhús og annað og salerni og gæta ýmsu svoleiðis en ég hef fulla trú á þessu starfi og ég held að við séum að komast að bestu niðurstöðunni. Ég get ekki séð að við séum í betri málum með það að rífa núverandi húsnæði, fara í þá vinnu og tefja málið hálft til 1 ár í viðbót. Ég held að við fáum ekki betra húsnæði og ég held að starfsemin upp frá þolið ekki og líði bara raun og veru fyrir það. Þannig að ég stend heilsugur á bakvið þessa ákvörðun sem ég greiddi með í bæjarráði og held að þarna séum við að gera mjög gott. Ef við komum að liði númer 15, Suðurgötu 108, það eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, það tilbúið á borðinu og líkt að hann kom inn á, þá ekki hægt að ræða það efnislega á svona opnu fundi, þannig að við þarna sleppum því bara, en það tilbúið á borðinu og það bara verið að skoða það. Mér langaði líka að koma inn á mál númer 16, sem Lækjaflói 5, lóð sem var úthlutað þarna. Þetta 3. byggingin, núna á örfáum mánuðum, sem kemur þeim að rísa þarna í kerfinu. Á þessu kjörtímabili að vera þá 3 byggingar. Ég veit að mikill áhuga á hverfinu, það eru framkvæmdir hann í gangi núna, það verið að malbygga, það mikið fyrirspurnir og ég held við séum alveg í
dundurfæri til þess að þetta hverfi byggist hratt upp. Við erum að horfa upp á í nágrannasveitarfélögum eins og til þessu höfuðborgarsvæðinu, þar sem eru bara hugmyndir, ef við tökum fyrir hverfi eins og til þessu Höfðin, þar sem bara á næstu árum víkur þar öll starfsemi fyrir íbúðabyggð. Mörg framleiðslufyrirtæki eru að horfa í nágrannasveitarfélögin, þar sem auðvelt er að fá lóðir og lóðir á sanngjörnu verði. Það sem held ég að við séum alveg í kjörstöðu til þess að byggja þetta hverfi upp. Það var náttúrulega, þetta hverfi búið að vera þarna síðan 2006, þannig að á þessu kjörtímabili er búin að koma 3 hús, þannig ég held að á næstu 5-10 árum munum við sjá þetta hverfi byggjast myndarlega upp. Svo er það liður 19, fiskveiðikvótinn. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, nefndi þarna í sinni Faxaflóahafnir. Ég er ekki sammála að fólk að við séum orðin södd. Höfnin var inn á fjárhagsáætlun Faxaflóahafna núna 2021 en þegar COVID skall á, þá eins og við hefum áður komið inn á, þá náttúrulega þurrkuðust á stórum hluta út tekjur Faxaflóahafna og við það var farið í vinnu við að greina þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar voru og þessi ásamt mjög mörgum öðrum færðist aftar í röðina. Það var reynt að horfa til þess að fara í framkvæmdir sem sagt minni háttar viðhald og svo framkvæmdir sem snýra að öryggi. Stærstu framkvæmdirnar þar eru dýpkun í Viðeyjarsundi og áframhaldandi rafvæðing í Sundahöfn sem við erum að vinna með ríkinu og fáum þar myndarlegan styrk og var leiðandi ákveð að halda því verki áfram en ég er full að trú á því að hvort það verði ég og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson eða þeir bæjarfulltrúar sem fylgja málun eftir að það verður barekstur í þessu og stækkun og höfnin og annað kemur og ég hef full að trú á því að höfnin muni byggjast þér aftur upp og það verði líf í henni. Við höfum að horfa til þess við Faxaflóan, saman hvort ég Reykjavík eða Hafnarfjörður, að smábátaútgerð áundir er minnkandi. Stórútgerðin er að færast, okkar tilfelli færðist suður til Reykjavíkur og hún er að færast á færri hendur, þannig að minni útgerðarfélögum fer fækkandi. En ég hef full að trúa því að saman hvort það verði fiskvinnsla í þeirri mynd sem við sáum áður eða eitthvað annað, að þá hef ég full að trúa því að höfnin byggist aftur upp og yfir að lífi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel, Elsa. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að halda mig í máli númer 3 sem er höfðu sviðsmyndagreining og ég er alveg hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni að í rauninni eru hjúkrunarheimili eða dvalarheimili, hjúkrunar- og dvalarheimili dagsins í dag að mörgu leyti orðin. Þau eru bara orðin hjúkrunarheimili, þarna inni er að mestu leyti orðið bara veikt fólk sem þarf á hjúkrunarþjónustu að halda. En ég er líka bara sammála um því að við verðum auðvitað að taka umræðuna og eins og hann segir, kannski er niðurstaða að gera ekki neitt, en kannski er niðurstaða að gera eitthvað. Við erum að horfa upp á það núna í fjárhagsáætlun Höfða sem afgreidd var frá Höfða í gær til fyrri umræðu að staðan er bara ekki góð. Og það markast meðal annars á því að ríkið er ekki að skila okkur launabótum vegna kjarasamninga starfsmanna sem starfa á heimilinu. Ríkið er ekki að svara því ennþá hvort eigi að koma eitthvað á móts við skertar þjónustutekjur heimilana vegna áhrifa COVID. Að það hefur ekki verið hægt að innrita heimilisfólk á ákveðnum tíma. Ríkið er heldur ekki að svara því hvort að það verði eitthvað auka framlög til heimilana því að það hefur þurft að kalla á bakvaktir, það hefur þurft að kalla út auka þjónustu því að það er ekki hægt að draga saman í þjónustu sem þessari
vegna þess að stundum stendur stofnunin frammi fyrir því að það er starfsfólk í sóttkví eða starfsfólk með lítil einkenni og bíður niðurstöðu sýnatöku eða annað slíks. Þannig að þetta er ótrúlega snúið í þessu öllu saman. Það er aukinn kostnaður vegna hreinlætisvara og kostnaður innkaupa á hreinlætisvörum og öðru slíku eins og við erum að sjá alls staðar til að halda uppi sóttvörnum. Þrátt fyrir þessa stöðu sem uppi er þá þarf ekki fjármagn frá eignaraðilum á næsta ári svo höfði geti rekið sig. Eins og hefur ekki þurft síðustu 34 áratugi samkvæmt minni vitneskju og því sem fram kemur í skýrslunni frá Jóa endurskoðanda. Það eru samt eins og ég held að Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi var að nefna, það þetta sláandi tölur sem ég held að hann hafi verið að vitna í úr Morgunblaðinu og ég var einmitt að lesa á Vísi að ríkið er í rauninni að greiða sjálfu sér 52.000 krónur cirka fyrir hvert rými sem þeir reka, hjúkrunarrými. Á meðan eru við að fá, eða sveitarfélög sem eru að reka hjúkrunarheimili, 36.000 krónur á rýmið. Þannig að þarna munar talsverðum upphæðum. Við sjáum það líka að áramóti 2016-17 þá var settur 1,5 milljarður inn í rekstur hjúkrunarheimila til að styrkja stöðu þeirra. Með aðhaldskröfinni núna þá þurrkast það út. Þá er rauninni ríkið búið að taka tilbaka þær upphæðir sem að settar voru í fyrir það bil 4 árum síðan og bara hirða það allt saman tilbaka. Ég er líka sammála því að við þurfum að skoða þetta heildstætt. Við þurfum að skoða hvernig þjónusta verður veitt inn á hjúkrunarheimilum. Hún er auðvitað bara orðin þannig að sá tími sem að mjög margir eiga heima inni á hjúkrunarheimilum í dag er ekki langur. Það segir svolítið það hversu mikið fólk er orðið veikt þegar það flytur þangað. Og við þurfum að skapa okkur stefnu eða sýn hvernig við ætlum að tryggja fólki það að geta búið lengur heima. Þannig ég er alveg sammála því, en hvort við verðum sammála hvað eigi að gera út frá þeirri skýrslu sem að framkemur hefur verið lögð fram, veit ég ekki, en við tökum samtalið og hvort að skýrslan sem að ríkið vinnur að núna verður bara enn eitt gagnið, veit ég ekki og get ekki svarað, en kannski er maður bara að reyna að halda í einhverja von sem að það opnist einhver augu sem eru bara því miður bara kreft saman bara, en þannig að hvað þetta varðar og það segir svo margt þegar við erum að horfa á hvert sveitarfélagi öðru stíga fram sem að bara skilar málaflokknum aftur til ríkisins. Akureyri, Hornafjörður, Vestmannaeyjar, ég minnir þetta sé rétt hjá mér og einhverju fleiri. Og en við tökum umræðuna, hvort við verðum sammála, það verður að koma í ljós, en umræða verður tekið, því lofa ég. Bara, já, takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að tjá mig undir liða 8 sem er málefni fjölliðinnar held ég hafi þessi réttu liður. Ég skil alveg áhyggjur fólks af hvort það er húsnæði verið rifið eða byggt upp eldra húsnæði. Ég held að það sé mikilvægt að við herðum okkur. Það hefur tafist og mín skoðun er sú að frábær fjölliðja eða starfsemin er ekki boxið sem er utanum hana heldur mannauðurinn og svo tækni og tæki sem eru notuð
við meðferð og vinnu. Við vitum alveg að það er þrýstingur og það er áhersla starfsmanna fjölliðunar sem kemur fram í skýrslunni á að þetta máli verði klárað sem fyrst og fljótt og það var ánægja með gamla húsið. Þannig að ég held að við séum að gera rétt. Ég held að það sé líka mikilvægt sem Einar Brandsson bæjarfulltrúi kom inn á áðan, það er að horfa á allan reitinn sem eina heild og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við skoðum hvaða tækifæri við höfum á reitnum fjölliðareitnum og þeim reit sem Bensastöð N1 er á núna á milli Dalbrautar og Þjóðbrautar og þá með Orkuveitugarðinum inn í því. Þannig að ég vona að við fáum einhvers konar hugaflug og pælingar varðandi það allt saman. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra að sinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu og fleiri eru ekki á mælendaskrá. Undir fundarliðnum fundargerð bæjarráðs og fleiri hafa ekki óskað eftir að fá orðið, þannig að þá telst þessi fundargerð bæjarráðs nr. 3432 hér með lögð fram. Og við höldum áfram dagskrá, förum í 5. fundarlið. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2020, málsnúmer 20.01.004. Og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir, nr. 144 frá 20. október síðastliðnum og nr. 145 frá 22. október síðastliðnum. Og orðið er laust fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls og þar með teljast þessar 2 fundargerðir skóla- og frístundaráðs nr. 144 og 145 framlagðar. 7. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.005. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram 2 fundargerðir nr. 176 frá 12. október síðastliðnum og nr. 177 frá 19. október síðastliðnum. Og orðið er laust fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Og ég sé engan óska eftir að fá orðið og þar með skoðast þessar 2 fundargerðir framlagðar, númer 176 og 177. Þá förum við í 7. fundarlið. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020, málsnúmer 20.01.003 og lögði fram 1 fundargerð, númer 137 frá 21. október síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Og ég sé engan óska eftir að taka til máls. Þannig að þá skoðast 137. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs framlögð. 8. fundarliður hefur málsnúmer 20.01.014. Þetta eru fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2020 og lögðu fram 198. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 16. október síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð stjórnar Faxaflóahafna. Og ég sé engan óska eftir að taka til máls, þannig að þá telst þessi fundargerð framlögð. 9. fundarliður hefur málsnúmerið 20.02.057. Þetta eru fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fundargerðir og tilkynningar á árinu 2020 og lögði fram 889. fundargerð stjórnar sambandsins frá 16. október síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga.
Það enginn sem óskar eftir að taka til máls varðandi þessa fundargerð stjórnarsambandsins og skoðast hún þar með framlögð. Fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og ég þakka bæjarfulltrúum og bæjarstjóra og fundarritara fyrir góða fundarsetu og góð störf. Eins og fram kom í upphafi að þá þessi fundur, þá fer hann að öllu leyti fram í fjarfundi og samþykkt fundargerðar mun fara fram með rafrænum hætti í lok fundar. En þar með segi ég slitið 1300. og 20. fundi bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar.